bara eina mínútu til að nefna þetta? Já. Eða hvort þú vilt kynna þetta sjálf? Ég hvernig þetta virkar. Hvernig tími? Hvað hef ég við langt tíma? Hvað er alltaf við langt tíma? Þetta er alveg alltaf langt hjá mér, en ég var að spara hvað ég gert það. Þú getur svo landa á eftir og spyrja hvernig og... Ef það er í lagi þín vegna, ég fá bara að nefna þetta, ég er ekki meina 12 mínútur. Nei, það er ekki í lagi. Það er ekki í lagi? Ok. Þá er ég bara eftir þér, það er. Við sjáum bara hvernig við erum koma sér hérna. Við erum látið að reyna með blandið. Hvað er ég? Hvenær viltu fá síðasta lagi fá hópaðið? Ég er ekki með keirir í gegn, ég er bara að vata stykkur. Ég ætla að reyna að koma til það. Já, bara reyna. Ég kallaði bara upp, sko. Jæja, gott fólk. Þá förum við að heyrist í mér að það. Jæja, góðir ráðstefnugestir. Þá förum við að hefja seinni hlutan á ráðstefnun. Við höfum fengið hér fína framsögur og fyrirlestra. Og við langar að spyrja, heyrist ekki ágætlega í mér hann aftast? Já. Nú, seinni hlutin verður þannig að við fáum framsögu. Það er Guðrún Hrefna Guðmundsdóttir, skólameistari Fjölbrautaskólans í Breiðholti frá 2009. Hún mun fjalla hér skýrslu Learning for Jobs, skýrslu frá OECD frá 2010. En Guðrún Hrefna satt meðal annars í nefnd mótun menntastefnu sem undirbjó lögin 1996, en þar hlaut starfsmenntun svona lagalega afgerandi sess í skólakerfinu okkar. Nú, að loknu erindi Guðrúnar Hrefnu þá ætlum við að hafa hér hópavinnu á borðum og ég mun útskýra það nánar eftir erindið hvernig við högum því. Við munum stytta þann tíma sem áætlaður var í að svara þessum 4 megin spurningum sem settar voru fram og reyna að halda okkur við tímasetningar. En Guðrún Hrefna, gjörðu svo vel. Sælvirði. Það sem ég ætla að tala hér í dag ég ætla bara að segja ykkur frá skýrslunni og helstu atriðum í þessari skýrslu sem kom út árið 2010 hjá OECD,
En að baki þessari skýrslu liggja skýrslur eða kannanir á stöðu starfsmenntunar í 17 löndum OECD. Og þessi skýrsla, Learning for Jobs 2010, að hún tekur í rauninni saman það sem þeir telja að best hafi reynst í starfsmenntun víða veröld. Þessi skýrsla er að mínum mati merkilegt plagg og ég myndi vilja fara fram á það við íslenska ráðuneytið að hún væri bara þýdd alfarið yfir á íslensku. Og það er að þessum 17 löndum sem tekin voru út að þá voru bæði Noregur og Svíþjóð tekin og það eru ólík kerfi og ólík okkar kerfi. En það væri líka áhugavert fyrir okkur að fá þetta á íslensku svo við getum talað þetta all á sama máli. Þetta er mínum mati afskaplega mikilvægir hlutir fyrir okkar umræðu í starfsmenntun. Ég beini því til þín, Kristrún, og ykkar. Aðdragandi að því að þessi skoðun var gerð á starfsmenntun í heiminum var það að menntamálaráðherrar OECD-ríkja að þeir hittust á fundi í Kaupmannahöfn 2005 og voru að ræða sín í milli hvað væri mest aðkallandi í menntamálum og komist að þeirri niðurstöðu að það væri mest aðkallandi að efla starfsmenntun á framhaldsskólastigi. Þeir telja að þurfa að greiða götu ungs fólks á störfum og það þarf að tengja betur starfsmenntun og atvinnulíf með því að tryggja starfsþjálfunarpláss, með því að tryggja að það sem kennt skipti máli í atvinnulífinu og að ungt fólk skilji og meti veruleika vinnunar. Vegna þess að starfsmenntun hún þjónar mörgum hlutverkum samtímis eins og Jón Torfi kom inn á áðan. Hún þjónar einstaklingnum og möguleikum hans til afkomu í framtíðinni. Hún þjónar fyrirtækjunum og hún þjónar samfélaginu öllu. Vegna þess að samfélag þar sem starfsfólk allt vel menntað, að í slíku samfélagi meiri velferð og hagsæld heldur en þar sem starfsfólk illa menntað og lítið menntað. Og yfirlýst markmið þessara skýrslu er að brúa bilið á milli atvinnulífs og skóla. Þeir vilja líka benda á þær áskoranir sem starfsmenntakerfin standa frammi fyrir og þau standa frammi fyrir innri og ytri áskoranum. Það er ljóst að hagsmunir aðila sem koma á starfsmenntun eru ólíkir og þarf starfsmenntakerfið að taka mið af þeim öllum. Einnig er ljóst að ýmislegt í hagkerfum þjóða hefur áhrif á starfsmenntunina. Þannig veldur samdráttur því að fyrirtæki verða ófúsari til að taka nema á sama tíma og sú þróun að flytja ólært störf af Vesturlöndum og til Asíu veldur því að efla þarf starfsmenntun til að auka möguleika fólks á atvinnu í ríkjum þar sem flest störf krefjast menntunar. OECD-ríkin þurfa að tryggja sér samkeppnisforskot með gæðavöru og gæðaþjónustu. Framleiðsla á vörum og þjónustu í höndum starfsfólks sem hefur hlotið starfsmenntun. Og hvernig má tryggja þessi menntun sé í takti við þarfir atvinnulífsins og til þess fallin að auka velsæld. Þar bendir OECD á nokkur atriði sem að samanburðarrannsóknin sýnir að skipti máli og tilgangur skýrslunar er að láta þjóðum í té upplýsingar til að hafa til hliðsjónar við eigin stefnumótun. Helstu áherslur og niðurstöður skýrslunar eru þær að námið þarf að mæta bæði þörfum atvinnurekenda og nemenda. Önnur niðurstaða, grundvallaratriði og það sem þeir leggja mjög mikla áherslu á er að almenn menntun er nauðsynlegur hluti starfsmenntunar. Svo vilja þeir að starfsráðgjöf í löndum sé endurskoðuð frá grunni og stór eld. Góða kennara þarf að tryggja bæði í skólunum og leiðbeinendur á vinnustöðum. Vinnustaðanám er meginatriði og gegnir lykilhlutverki og það fær stærsta rýmið í skýrslunni. Einnig telja þeir brýnt að atvinnulífi komi að markmiðasetningu og námsmati og atvinnulífi komi einnig að gæðaeftirliti og þeir telja að það verði að stunda stöðu og upplýsingamiðlun árangur starfsmenntunar í samfélaginu. Hverju er starfsmenntunin að skila? Þarfir atvinnulífsins eru ljósar. Atvinnulífið þarf á vel menntuðu fólki að halda sem kann til verka og afkastar miklu. Þannig aukum við framleiðni, þannig aukum við hagsæld. Ef við einblínum á þrengstu sjónarmið atvinnurekenda,
þá getur verið hættið að þar verið lögð áherslu á þrönga færni og að atvinnurekandinn vilji bara eins marga mennta og hægt til þess að geta borgað lægri laun og auka samkeppni. Þannig að það eru ólíkir hagsmunir innan atvinnulífsins. Launþeginn hins vegar, hann vill að ekki sé offramboð af menntuðu fólki og hann vill líka fá, hans hagur það að hann fái almenna menntun þannig að hann getur þá líka sveigt af brautinni og farið í einhver önnur störf síðar. Þannig að hagsmunir aðeins ólíkir, þó við séum að þjóna atvinnulífinu. Þarfir nemans, námsval nemans tekur náttúrulega mið af því hvað honum þykir skemmtilegt. Við erum ungt fólk og það þýðir ekkert að neyða ungt fólk til að gera það sem það ekki vill. Námið fyrir nemanda þarf að vera í senn, hagnýtt, að hann læri til starfs og almennt, þar að segja að hann fái grunn til að byggja á frekara nám og náttúrulega bara til að njóta lífsins og vera fullorðin manneskja. Almenn menntun í starfsnámi, almenn færni og starfsfærni þarf að vera í góðu og jafnvægi í menntuninni og samsetningu menntunarinnar. Læsi, talnatök, samskipti, samvinna, sveigjanleiki, hæfileiki til frekara náms. Allt þetta þarf að rækta og styðja í starfsnáminu. Ýmislegt af þessari almennu færni nauðsynlegt að kenna í skólum, annað einnig hægt að kenna út á vinnustöðum, eins og samskipti og samstarf verður ekki síður kennt á vettvangi við raun aðstæður. Og svo hafa rannsóknir sýnt, og það vísað beint í rannsóknir, að árangur og starfsmenntun, 50% af árangrinum byggir á því að hversu læst fólk og hversu góð tök það hefur á tölu. Og það sagt þarna aftur og aftur, þegar þið takið við fólki í starfsmenntun og þegar þið innritið fólk til náms, þá byrjið þið á að skoða hvernig það hvort það læst og skrifandi og kann eitthvað að reikna og ef það ekki, þá þarf að taka á því markvisst. Það þarf að taka á því málefni. Og við náttúrulega horfum öll skólafólki, við vitum það að við erum með fullt af nemendur sem að taka aldrei innan starffræði eða geyma það til loka náms og jafnvel get ekki lokið sínu starfsnámi þegar þeir get ekki starffræði. Á þessu það þarf að taka og þarna þurfum við að vinna af þeirri fagmennsku sem til Það þýðir náttúrulega einstaklingsmiðun í námi að hluta til. Mjög róttækar hugmyndir hérna starfsráðgjöf. Þeir segja að það verði að byggja upp og fjármagna starfsráðgjafakerfi sem að veitir markvissa ráðgjöf starfsmöguleika. Og þeir tala það að þeir vilja hafa þessa ráðgjafa ekki inn í stofnunum, vegna þess að þá eru þeir háðir. Nemandi sem kemur til ráðgjafa sem inn í einhverju stofnun, hann hefur tilhneigingu, eða það ákveðin tilhneiging til þess að nemandanum verði ráðlagt að koma til þeirra stofnunar. Þess vegna vilja þeir að séu bara óháðar stofnanir, einhvers staðar í samfélaginu, sem sjá bara að veita starfsráðgjöf. Það ekki sálfræðileg ráðgjöf eða ráðgjöf persónuleg málefni, heldur bara starfsráðgjöf. Og þessir ráðgjafar þurfa að þekkja vinnumarkaðinn til hlítar og það þarf að vera fyrir hendi ítarlegar upplýsingar störf og starfsmöguleika. Og svo þarf með þetta eins og annað að meta og leggja mat á árangur. Það kemur í ljós í þessari skýrslu að það áhyggjuefni og vandi hjá mörgum OECD-ríkjum að kennarastéttin eldast. Og menn horfa fram á það í mörgum löndum að það verði skortur á hæfum kennurum innan fárra ára. Og svo annar vandi sá að kennarastéttin henni hætti til að einangrast frá atvinnulífinu. Og þeir eru að velta fyrir sér hvað hægt að gera í því máli. Og þá eru þeir með þá hugmynd að kennara fara út í fyrirtækin til þess að læra. Og jafnvel þá hugmynd að hvetja til þess að kennara sé í hlutastörfum, í kennslu og með annan fótinn í virku starfi í fyrirtæki, til þess að tryggja tengsli. Og svo öfugt í fyrirtækjunum að það verður að vera almennileg kennsla þar
og þar þurfa leiðbeinendurnir líka að læra til verka. Þeir þurfa þá að læra leiðbeiningarhlutann eða kennslufræðihlutann. Grundvallaratriðið er að fyrirtæki og skólar tali saman. Að við skólafólkið og atvinnulífið tölum saman. Hagsmunirnir eru sameiginlegir, við viljum öll nemendunum vel, við viljum unga fólkinu vel og við viljum náttúrulega samfélaginu okkar vel. Af því á endanum þá eykur þetta hagsæld okkar allra. Þá er það vinnustaðanámið. Þeir koma hérna með fjórþætta skilgreiningu á vinnustaðanámi. Það getur verið bara það að fylgja starfsmanni eftir á vinnustað, job shadowing, eins og skuggi. Það getur verið sjálfboðið hjá fyrirtæki. Það getur verið námsdvöl í fyrirtæki, eins og er algengt hjá sumum löndum. Og svo er það að vera á námssamningi. Og það er alveg ljóst að þessir skýrsluhöfundar, þeir telja námssamningin, klassíska námssamningin, langbesta fyrirkomulagi. Kostir vinnustaðanámsins. Það er það að vinnustaðurinn hann er hvetjandi námsumhverfi. Það er til besti mögulegi tækjabúnaður og það er líka til fólk sem kann að nota tækin. Og þar kynnist maður ýmsum hlutum og fær að reyna ýmislegt. Maður þarf að eiga við viðskiptavinin, tala við hann. Maður þarf að leysa ýmis vandamál. Maður fær hugsanlega að koma að rekstri og skilja hvað það er að reka fyrirtæki. Og hvaða sjónarmið eru í því að vera að reka fyrirtæki, selja vöru og þjónustu. Annar kostur við vinnustaðanámið er að atvinnurekandinn kynnist framtíðarstarfsmanni og nemandinn kynnist fyrirtækinu og þarna getur skapast atvinnusamband í framtíðinni. Og það leggja töluverða áherslu á þetta skýrsluhöfundar. Neminn með því að vera í svona raunverulegum aðstæðum þá skynjar hann að námið hann skiptir máli og að vinnuframlag hans er metið að verðleikum og það eykst eftir sem sækir á námið og hann verður hæfari. En þeir segja líka að það er sumt sem lærist miklu betur í skóla og hraðar, eins og teórían og eins og Jón Torfinn, þeir nefna líka til dæmis eins og hermar og slíkt sem er bara betra að kenna í skóla. En það er ekkert nóg að láta nemandan fara inn á vinnustað, en það þarf að fylgjast með þessu. Það er náttúrulega þau rök sem við heyrum og ég hef heyrt ofta meðal skólafólks að það sé dálítil hætta því að til dæmis hársnyrtineminn sé bara látin sópa í 4 ár og fá aldrei að koma nálægt verkefni. Og til þess að gæta því, og þetta er raunverulega hætta, og til þess að koma í veg fyrir það, að þá þarf að vera gæðaeftirlit og það er grunnurinn að gæðaeftirlitinu er námssamningurinn. Það er samningur milli nema, atvinnurekanda og skóla og hann er grunnur að vinnustaðanáminu. Og þar eru skilgreint markmið, hlutverk og ábyrgð aðila. Samkvæmt samningnum þarf neminn og vinnustaðabókinni, heitir það ekki, þarf neminn að ljúka fjölbreyttum verkefnum á stigvaxandi flækjustigi og hann þarf að geta þjálfað færni sína í starfinu og smám saman að læra að vinna sjálfstætt. Og gæðaviðmið vinnustaðanáms, sem þá væri hugsanlegt að mæla, þau taka meðal annars til innihalds, aðbúnaðar, námslengdar og mats á hæfni í lok tímabils. Þessir samningar eru aðeins mismunandi eftir löndum. Það er mismunandi hverjir eiga aðild að samningnum, hvort að samningurinn er skylda eða ekki og hvernig hann er útfærður. Efri hlutinn fyrir ofan þessa þykku línu eru lönd sem eru ekki eiginlega samkvæmt gamla lærlingskerfinu og fyrir neðan Austurríki, Danmörk og áfram eru lönd sem er meira með svona hefðbundið kerfi sem grunn starfsmenntunar. Og þið sjáu það í þessum neðri hluta, þar er allstaðar samningur skylda. Samningsaðilar eru ýmist 3, atvinnurekandi, nemi og skóli eða bara atvinnurekandi og nemi. Það eru báðir möguleikar til. Og inntakið er algengast er að inntakið sé
blanda af starfi og þjálfun. Kostnaður og hagur vinnuveitanda. Vinnuveitandinn hefur ákveðinn hag af þessu. Þetta getur greitt fyrir nýráðningum og verið viðbótan vinnuafl fyrir hann. Og hann tekur á sig ákveðna félagslega ábyrgð og það er ákveðin ánægja af því að vera með ungt fólk innan dyra hjá sér. Og getur verið líka bara skemmtilegt að koma með kannski nýjar hugmyndir úr skólanum. Kostnaður atvinnurekandans er náttúrulega við laun nemanna, við tækjabúnað og hugsanlegar skemmdir sem að nemandi getur valdið vegna mistaka og svo hugsanlega við það þurfa að eyða tíma í að leiðbeina honum. Vegna þess að það er ýmis kostnaður og það þarf að hvetja eða reyna að fá atvinnulífið með sér, að þá hafa stjórnvöld gripið til ýmsa ráða. Þau eru með ýmsa hvata. Það eru ýmist beinar niðurgreiðslur. Það er töluvert það, en skýrsluhöfundar benda á að það er ákveðin vandi við það. Vegna þess að margir myndu taka nema þó þeir fengi ekki niðurgreiðslu. Þannig að það er ekki endilega alltaf mikill ávinningur af því. Og það kann að vera að það valdi því að sumir sem annars myndu taka nema gera það ekki af því þeir hugsanlega ekki rétt á niðurgreiðslu. Skattaívilnanir er kostur sem er mikið notaður og ég held að sé mjög sterkur og ég held að væri eitthvað til að íhuga hér á Íslandi. Vilhjálmur. Lág nemalaun og miklar gæðakröfur varðandi starfsþjálfun geta einnig virka vel fyrir atvinnurekandann. Hann þurfi ekki að borga of há laun. Og síðan þessi tímabundni vandi núna vegna efnahagslægðarinnar að þá hafa menn gripið til ýmsa hluta eins og að skipta áhættunni milli nokkurra atvinnurekenda og jafnvel að hið opinbera komi að einhverju leyti, fjölga þjálfunarplássum í opinbera geiranum eða að lengja námið innan veggja skólans eins og við þekkjum. Það hefur aðeins verið tilhneigingt til undanfari. Hvatar fyrir nemann? Hann fær náttúrulega nemalaun frá atvinnurekandanum. Sum þjóðum þá færa námsstyrk eða framfærslustyrk, ég held það sé í Danmörku þannig. Hann veit að hann fær góða menntun og hann er nokkuð öruggur að fá starf og eftir. Ég minni nú að greinar hér á Íslandi þar sem að bráðvantar fólk eins og málmenningarinnar. Bráðvantar fólk. Það er flutt inn frá útlöndum í röðum skils mér. Nemendur vega og meta kostið þess að vera í starfsnámi, gagnvart í að fara að vinna eða fara í bóknám. Því nemandinn er náttúrulega sjálfstæður einstaklingur. Og þeir segja að brottfall í starfsmenntun er merki veikleika í því kerfi. Þannig er þið bara að tala um brottfall í starfsnáminu sjálf. En hvernig er vinnustaðanámið fjármagnað? Hvaða lönd eru með opinbera fjármögnun? Hvar eru það fyrirtækja samtök og hvað gerir atvinnurekandinn? Og hinn opinbera fjármögnun getur verið bein niðurgreiðsla eða skattaafsláttur og þið sjáu hvað skattaafslátturinn er algengur. Fyrirtækin koma yfirleitt að kostun námsins, oft fyrirtækja samtök, þar sem að starfsnámið er sterkast eins og í Sviss. Þar koma fyrirtækja samtök að og svo fyrirtækin, þau koma mjög sterkt inn. Og það sem ég hef lesið, bæði þessari skýrslu og annars staðar, er það að menn líta á Sviss eiginlega bara sem draumalandið í skipulagi starfsmenntunar. Þar taka fyrirtækin á sig mjög stórt hlutverk á sig. Þetta þýðir náttúrulega að hluti af kostnaði við starfsmenntun í þessum kerfum, hann fer á atvinnulífið. Hlutur skólana er rýrari, hlutur eins og opinbera er rýrari. Og þá skulum við skoða næsta. Hversu mikið borgar ríkið fyrir nemanda í starfsnámi? Fyrsti dálkurinn er meðal heildarkostnaður á nemanda. Þessar tölur eru reynda frá mismunandi árum, en ég bara nú reiknaði þetta var allt í dollarum og ég reiknaði bara með við gengi dollarans í dag. Þið sjáu í Sviss að starfsnámsnemandi full nema, hann kostar 1,4 til 2,9 milljónir. 70% námsins fer fram út á vinnustað. 1 ár í skóla í Sviss kostar 1700.000. Á Íslandi
við vorum að ræða hjá mér í skólanum, hugsaðum ef árið kostar kannski 850.000 af starfsnámsnemanda sem stór hluti starfsnám, það sé ekki óraunsæ tala, þá það því að nemur sem í starfsnámi í 4 ár, það eru 3,4 milljónir. Þetta eitthvað sem má skoða, á ríkið að borga þetta allt. Ég veit að atvinnulífið hefur talað það aftur og aftur að þeir vilja koma að menntun. Þeir vilja hafa áhrif á hvað gert og hvernig hlutin eru gerðir. Og það gerist í öðrum löndum. En fyrirtækin taka náttúrulega líka þátt í kostnaðinum. Ég held að þetta sé það sem verður að gerast, að stærri hluti námsins verður að fara út í atvinnulífið. Ég svo innilega sammála Jóni Torfa. Og við ekki að horfa alltaf til þess að lengja námið. Þessi mynd sem Jón Torfi setti fyrir okkur áðan að hugsa þetta sem heild og að fólk komi aftur seinna inn í skóla, mér finnst þetta mjög aðlaðandi mynd og spennandi. Já, þá ég búin að fara í þessa hluti. Hitt ætla ég ekki að tala mikið af því það bara ekki tími. Þannig að við erum með þetta atvinnulífi kemur á markmiðasetningu og námsmati, það nokkurn veginn í okkar kerfi, samkvæmt lögunum. Geðeftirlitið náttúrulega bara vandi almennt í kerfinu hjá okkur og upplýsingamiðlunar engin og það þurfum að vinna á. Hvað lærðum við af þessari skýrslu? Ríkið greiðir aðeins hluta af kostnaði við starfsmenntun. Hlutur almennra menntunar stór og á að vera stór. Starfsmenntakennarar eru lykilaðilar og verða að vera góðir. Efla þarf samstarf skóla og atvinnulífs. Verulegur hluti starfsmenntunar fer fram í fyrirtækjum. Fyrirtækin kenna verklega færni og almenna hæfni. Og starfsráðgjöf þarf að stórauka. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þessa mjög fróðlegu og gagnlegu yfirferð. Kannski nefna eitt atriði svona með datt í hug bara í framhaldinu, að það ættu allir að eiga þessa bók sem að reynda Guðrún hérna gaukaði að okkur skólameisturum, hún heitir Schooling in the Workplace, eftir Nancy Hoffman, kom út 2011. Það sem að fjalla að því að Bandaríkjamenn telja, 6 bestu löndin sem besta starfsmenntanám í 6 löndum í heiminum, segja þér. Með datt ég að nefna, þorði nú allir, þetta upptökur sér lokið, en hún skrifaði hér á einum stað, og það undirstrikar bara að við getum ekki alltaf tekið allt hrátt upp beint, við verðum alltaf aðlagað í íslenskum aðstæðum. Hér telur höfundur upp hvað svo dásamlegt við svissneska kerfið, það frábært, og svo endaði að segja í svona lauslegri þýðingu, þetta geta Svisslendingar gert og hafa engan menntamálaráðherra. Þannig að þetta er svona umhugsunar efni, þeir eru með kantónu sem sjá þetta allt saman. Nú, það komið að því að við brjótum þetta núna aðeins upp. Ég ætla að útskýra hvernig hópavinna fer fram, en áður þá verð ég að viðurkenna 2 alvarleg mistök hjá ráðstefnustjóra. Í fyrsta lagi þá gleymdi ég að kynna sjálfa mig hér í upphafi sem náttúrulega sjálfsög kurteisi og ég ætla þá að gera það núna. Ég heiti Ársæll Guðmundsson og skólameistari Iðnskólans í Hafnarfirði og í stjórn iðnmenntar. Hin mistökin sem að ég tel að ykkur þykju öllu verri. Ég nefndi áðan að það í boði hér kokteil og snittur, það ekki rétt. Nú haldið þið að ég hafi platað ykkur með því að segja þetta svo ég sætu nú örugglega allan tíman. En það ekki, þetta var bara óvart mistök. Það allavega hinn fínasti kokteil en mér skilst að snitturnar verði ekki. Ég vonið í fyrirgefið ráðstefnustjóra þessi mistök. Það var seint að fara að smyrja, Ólafur Jón. Nú svo vil ég einnig bara nefna í leiðinni, það eru þessi blöð á borðan hjá okkur og þetta frá Iðunni, ég vil endilega nefna þetta því þetta mjög merkilegt en Iðan lét nýlega kanna við þó fagfólks í iðnaði til starfsins vinnustað og starfsþróun og möguleika og þeir að benda á hvernig niðurstöðurnar verða kynntar. Þannig að endilega skoði þetta mjög fróðlegt og það hérna 8. febrúar og svo hinnar ýmsu kynningar
á öðrum tímum. Þið skoði þetta, bara vekja athygli á þessum. En þá skulum við fara í hópavinnu og hún er hugsuð þannig að það eru komnir ákveðnir hópstjórar og ég ætla að biðja hópstjóra að setjast á borðin. Það er Margrét Friðriksdóttir, Jón B. Stefánsson, Jón Reynir Sigurjónsson, Sigríður Huld, Olga Lísa, Þór Pálsson, Ölfur Karlsson, Bryndís Sigurjónsdóttir. Nú, ég ger ráð fyrir hvað eru mörg borð? 1, 2, 3, 4, 8. Þetta kannski dugar, 8 hópstjóri, ekki 8 borð, nokkurn veginn. 9, þá skulum við bæta við og ég hafa búin að undirstinga þess á hópstjóra að vera með. Við aðtökum hvort að Úlfar Harri sé í salnum. Ertu til í að taka þér eitt borð, Úlfar? Frábært. Og Henry Þór. Takk fyrir. Þá vil ég biðja hópstjóran að standa upp. Sittið þið hinn. Bara hópstjóran myndi standa upp. Frábært, nokkurn veginn. Og þau eru 3 hérna á einu borði. Eru til í að dreifa ykkur? Jón Reynir, ertu til í að biðja hópstjórana að fara á eitthvað borð? Jón Reynir myndi fara hérna. Það vantar einn þarna. Örlugur, myndir þú færa þig þarna í vestur? Nú, ég mun varpa upp spurningunum 4 hér upp rétt á eftir. Hópstjórar munu sjá til þess að umræður gangi snuðrulaust fyrir sig. Það er búið að dreifa einni fartölvu á hvert borð og fyrsta verk hópstjóra við hvert borð er að tilnefna ritara og það er ekki hægt að segja nei við þeirri tilnefningu. Þannig að hópstjóri byrja á því að tilnefna einn ritara við borði sem mun skrifa niður í tölvuna niðurstöður hópsins. Síðan verður það hlutverk ritarans í lokin að flytja niðurstöðu hópsins. Er allt klárt? Við tökum mun styttri tíma í þetta, er líklega svona 15 mínútur til 20 mínútur. Eða við sjáum hverju framvindur. Þá hafa hópstjóra tekið völdin í salnum og ég ætla að setja spurningarnar upp á skjáinn.